Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor sem staddur í Bangkok. Hann hérna komin í gegnum Zoom. Vertu velkomin, Hilmar. Takk fyrir. Það sem það var varnarmála ráðherrafundur NATO og það komu tíðindi þaðan meðal annars hingað til Íslands sem að okkar varnarmálaráðherra, sem reyndar utanríkismálaráðherrann, Þorgerður Katrín, sagði að við þyrftum að stórauka útgjöld til hernaðar. En það eru augljóslega mikil átök innan NATO. Það þeir sem eru löndi sem eru í austri, eins og Eystrasaltslöndin og Pólland, að þau vilja auka herútgjöld og eru kannski komið lengra en aðrir í því, og síðan það eins og Norðurlöndin og löndin í norðri sem að styðja þessa stefnu, en hins vegar andstaða í suðri, Spáni, Ítalíu, Frakklandi, Portugal, sem eru lönd sem að kannski líta ekki svo á að þeim standi einhver ógn af Rússlandi, það sé engin hætta á að rússneskir herir ráðist á þessi lönd, að þau draga lappirnar, gætu hinir sagt. Þetta eru lönd sem að telja sig kannski hafa eitthvað annað við peningin að gera heldur en að eyða því í hernað, sem að miða við hvernig varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sem enda við kalla sig stríðsmálaráðherra, þegar hann talar við bandaríska fjölmiðla, þá segir hann að það sé verið að vinna í því að auka framlög NATO-ríkjanna til varna Úkraínu, og sá peningur mun fara til þess að kaupa bandarísk vopn sem að muni leiða til efnahags uppgangs í Bandaríkjunum að framleiða vopnin sem að Evrópa kaupir. Getur þetta haldið svona áfram, þessi togstreita inn í NATO, Hilmar? Já, sko, það það eins og bendir á, þá eru löndin sem eiga landamæri við Rússland eða eru nálægt Rússlandi, reyndar Pólland á landamæri við Rússland, ekki meginlandið en Kaliningrad. Sko, Pólland komið í við varum að skoða bara hvernig áætlunin fyrir 2025 hjá NATO, 4,48%, þeir eru 4,5%. Pólverjar eru náttúrulega stendur mikil ógn af Rússlandi. Ef að Úkraína félli, sem ég heldur hún ekki gera alveg, en þá náttúrulega komin austurlandamæri við Rússland, en svo þeir með landamæri við Kaliningrad, sem mjög viðkvæmt svæði, og síðan Litáen að stefna á 4% á þessu ári, og Eistland 3,73%, og Lettland ætla ég að segja, Eistland í 3,38 sýnist mér. Sko, þessi lönd náttúrulega stendur mest ógn af þessu. Svo vekur athygli að Danmörk að fara í 3,22 og Noregur í 3,35, og þeim stendur mikil ógn af Rússland út af Eystrasaltinu, og svo náttúrulega Noregur út af Svalbarða og bara stór efnahagslögsaga sem liggur af Rússlandi. Þannig að Noregur og Danmörk virðast vera lönd sem að auka, svona náttúrulega stendur líka bara Danmörkur ógn af Donald Trump út af Grænlandi. Þeir eru að auka sín verulega mikið, aðeins minna í Finnlandi. Ég má skjóta inn, Hilmar, varðandi Danmörku, af því að það svolítið á skjön, þess að þeir hafa ekki landamæri að Rússlandi, en það sem að þú ert að benda á að þeim standi ógn af Donald Trump, og þeir hafa verið að boða gríðarlega hernaðaruppbyggingu á Grænlandi, meðal annars held ég hafi verið nefnt 5 freigátur sem ætlað að smíða til þess að hafa við Grænland, sem þá líklega freigátur sem að geta siglt í ís og öðru slíku, og þeir eru að byggja upp herflugvelli, og það gríðarlega hernaðaruppbygging á Grænlandi sem að kannski stærsta breytan á bak við þessa hækkun í Danmörku. Já, sko, Danmörk náttúrulega, Danir tók ekkert náttúrulega, þú veist ekkert vel í þessa hugmynd Donald Trump að Bandaríkin tækju yfir Grænland. Auðvitað vill Grænland sjálfstæði til lengdar, og Danir hafa ekki bolmagn. Þegar þú komið með Rússa og Kínverja svona mikið inn á þetta svæði, þá hafa þeir ekki bolmagn til þess að standa í einhverju stórveldisamkeppni við Kína og Rússland, en það Danmörk langt í frá að vera stórveldi. En þeir eru að auka sinn viðbúnað, bæði að því það pressa á því að auka, NATO að pressa á það að auka viðbúnað á norðurslóðum, almennt séð, en síðan líka hlýtur þeim að vera mjög illa við þessa tilburði Trump, og þú nefndir hermálaráðherrann, Secretary of War. Hann var spurður í því Bandaríkjaþingi, ég sá það bara á YouTube, hann var spurður á því hvort að varnarmálaráðuneyti væri með
plön til að taka Grænland með valdi og hann gat ekki neita því, hann sagði bara við erum með plön í allt og hann neitaði því ekki, hann játaði því heldur ekki, en þarna náttúrulega töluð spenna og já, og svo náttúrulega liggja Danir af Eystrasaltinu og það náttúrulega siglingaleið og annað orðið mjög hættuleg svæði, það vísi ekki landamæri, en það orðið hættuleg svæði og Noregur að vísa með stutt norðurlandamæri við Rússland. En svo það löndin sem hún nefndir þetta í suðri eins og Spánn og Portúgal og Frakkland. Þessi lönd öll í eitthvað 2%. Bretland með 2,4% af vergri landsframleiðslu til varnarmála með þetta árið áætlunin. En ég meina, þó að Spánn sé bara með 2% og Trump bara tala að henda þeim út úr NATO og setja tolla á þá, að Spánverjar hafa undanförum 10 farið úr innan við 1% og stefna því að þessu var að fara í 2%. En þeir hafa verið að auka verulega mikið sín útgjöld. En þeir voru allavega nægilega heiðarlegir þegar mætti að síðast NATO að segja að þeir hafi ekki efnað þessu. Þeir eru bæði í landi með mjög þunga opinbera skuldabyrði og svo náttúrulega ríkisfjármálin þeirra í verulegu ólagi og þeir bara ráða ekki við þetta. Þeir eru samt á 10 ára tímabili að tvöfalda hlutfalli, fara innan við 1% í 2% með þessa áætlun. Þannig að þeir eru að gera töluvert mikið, en þeir eru bara nægilega heiðarlegt að segja að þeir ráða ekki við þetta. Ég held að sé augljóst að landi svo Frakkland, það sem eru bara óeirðir eða mjög erfitt ástand og maður sér ekki hvernig Macron ætlar að lifa af sem forseti mikið lengur, búin að vera með 5 forsætisráðherra á innan við 2 árum held ég. Svo Bretland í vondri stöðu, þeir eru reyndar að koma í 2,4% og svo Ítalía mjög skuldug og í erfiðri stöðu og Portúgal að fara í 2%. Þau hafa öll gert töluvert en þau eru samt öll langt frá markmiðinu og Pólland komið í Pólland komið í þeir eru komið töluvert langt í 4,5%, þeir eru komið lengst allra. Þannig að þetta alveg rétt sem hún segir, ef þú ert Pólland 40 milljónir manna tæplega og Spánn 50 milljónir. Þetta ekki lítil lönd, þetta eru stór lönd, það vísu ekki í ríkasta flokknum, en þetta allt saman töluvert mikilvæg lönd. Að það allt annað viðhorf í Póllandi gagnvart Úkraínustríðinu heldur en á Spáni. Ég held að þeim í Madrid finnst bara alveg fjarstæðukennt að þeir sjá rússneska skriðdreka fara inn á Spán eða herskip koma þarna að ströndinni. Ég held að þeim finnst það fjarstæðukennt og ég held að eins og Portúgal sem að fyrir 2%, þeim dettur þetta ekki til huga. Þannig að þú sér það gríðarlegu munur, það alveg helmingsmunur á því hvað þau leggja til og það bara alveg eðlilegt og ég meina og Bandaríkin sjálf ekki nema 3,22% og mér skildist að Donald Trump að hann ætlaði ekkert að fara með í 5% með Bandaríkin. Fyrir auki voru þau Bandaríkin búin að vera að borga 5% svo lengi en svo mikið meiri heilnefn svo lengi, svona 3,3% að ég sé ekki að þeir séu, það ekki á milli frá 2023, 2024, 2025 þá bara eiginlega framlag Bandaríkjanna alveg óbreytt í vergri landsframleiðslu, hlutfall af vergri landsframleiðslu. Þeir eru ekki að auka við sitt, menn þú sérð alveg greinilega að það eru lönd og ekki síst til dæmis Danmörku og Noreg, þau eru að taka þetta töluvert alvarlega, ekki eins mikið í Finnlandi og Svíþjóð, en þessi stóru lönd eins og Frakkland, Ítalía, Spánn, þau bara geta þetta ekki, þau myndu þurfa að gera svo mikla breytingar því þessi lönd eru öll, þetta er þjóðir eldast og þegar þú ert komið með þá stöðu að þú ert að hærra hlutfall þjóðarinnar að verður eldra og þá náttúrulega bara gerist með aldrinum með einstaklinga, þau þurfa meiri heilbrigðisþjónustu og svo fyrir fólkið á eftirlaun og þeir eru allir með einhvers konar velferðarkerfi, sérstaklega eins og Þýskaland og Frakkland með einhver velferðarkerfi, að velferðarkerfin verði ósjálfbær. Þú getur verið með velferðarkerfi ef þú ert með mikið af ungu fólki sem að vinna og að borga háa skatta sem getur borga eftirlaun og heilbrigðisþjónustu fyrir eldri hluta þjóðarinnar, en þegar meiri hluti þjóðarinnar verður í kategóríu að þurfa meiri heilbrigðisþjónustu og eftirlaun og alls konar félagslega þjónustu, að þá getur ekki borið uppi lengur. Og ef þú ætlar líka bæta því við ofan á þetta að fara með útgjöld til varnarmála sem eru kannski 10-12% af vergri landsframleiðslu, 10-12% af ríkisfjármálunum, segjum að ríkið sé með svona 35-50% af vergri landsframleiðslu séu starfsemi ríkisins, fyrir lönd sem eru 40-50%,
þá ertu að tala sko 10-12% eða eitthvað svoleiðis sko hlutfall af ríkisútgjöldum til varnarmála fyrir lönd sem í algjörum vandræðum, af því að tekjurnar eru að minnka, þjóðirnar eru að eldast, útgjöldin eru að aukast, á þess að gera nokkuð skapaðan hlut og alltaf að bæta þessu við. Þetta ekki hægt, en það var Spánn bara sagði þetta voru einu sem þorði að segja þetta, en auðvitað vita hinir þetta, þeir bara vil ekki segja þetta því að þeir vita að Trump myndi bregðast mjög hart við. Og þú sér náttúrulega Donald Trump, hann kemur ekki saman ríkisfjármálum heima hjá sér. Það government shutdown, síðast í yfir sig að vera að loka, ríkisstjórnin stölu verið litið loka vegna þess að það ekki að koma saman fjárlögum. Þeir hafa ekkert, enda sé ég enga tilburði á þessum töflur frá NATO að þessi auka sín útgjöld til varnarmála, þeir eru auðvitað náttúrulega landið óbáslega ríkt og svo þetta, þeir eru yfir 3%, en þetta eru miklar upphæðir, en þeir eru ekkert, maður sér enga tilburði að þeim að fara í 5%. Nei, ég fletti þetta upp í Alþjóðabankanum, sjá hérna útgjöld til hermála. Mér langaði að skoða Írland sem ekki í NATO. Það 0,2% af landsframleiðslu sem að fara í hernaðarútgjöld meðan það eru 2,3% hinum megin hérna hjá Bretunum. Ég bara leyfa Írunum að fljóta þarna með að þeir taka ekki þátt í þessu. Nei, þeir eru með hlutleysi stefnu og ég held að þeim finnist voðalega fjarlægt að það sé ráðist á þeir, alveg sem tekur Ísland, reyndar sko við erum með örgari stöðu að því leyti við, það má svo sem deilan þá hvort að varnarbandalag auki öryggi, það getur gert við að skotmarkin, við allavega, við upplifum það heldur ekki, ég held að Íslendingar upplifi það ekki, að það sé neitt líklegt að sé ráðist á okkur, við erum ekki, ég meina við erum í allt annari stöðu heldur en Noregur og Danmörk eða tala um Finnland, allt annari stöðu og ég meina, þessi tala sem hún ekki á listanum, ég bara með tölur yfir NATO-ríkin sem ég vitni í, en þeir upplifa það bara ekki að það sé einhver yfirvofandi innrás frá Rússlandi inn í til þeirra. Íratin gera það ekki og ég held að við gerum það ekki heldur. Ég meina þess vegna skiptir miklu máli fyrir lönd eins og Írland og Ísland og Möltu og Austurríki og að vera ekki að skipta sér á mikið af þessum málum. Sko, ég meina, við auðvitað viljum við hjálpa Úkraínu þó að við höfum engar skuldbindingar gagnvart Úkraínu út af NATO. Nákvæmlega engar. En við höfum hjálpað þeim, það bara byggja hvernig við gerum það. En mér hefur alltaf fundist og reyndar ríkisstjórnin ósammála okkur það að við eigum að gera það ekki á hernaðarlegan hátt, það er náttúrulega sérstöðu og ef við erum ekki tilbúin að fara að herfa þess, náttúrulega okkar verka landsframleiðsla, hún er svo lítil í heildina, þetta myndi ekki skipta svo miklu máli, en ég meina ég held að þeir upplifi sig ekki þannig að þeir bara sjá herskip koma að Írlandi til að taka Írlandi. Þess að það þetta ábærslega ósamstæður hópur, þú sér það líka þegar það kemur að því að fjármagna sko fyrir Úkraínu búið að stofna sjóð sem eitthvað $2 milljarðar. Þá þetta Norðurlöndin, reyndar Hollandi í þessum pakka og svo Kanada. Við erum í þessu pakka, það kom fram í hjá Þorgerði Katrínu eftir fundinn að við munum leggja fé, hún sagði náttúrulega ekki upp að hérna, en við ætlum að halda áfram að kaupa vopn og senda á vígvöllin, þó svo að við komum fram, svo sem í öllum könnunum að almenningur mjög á móti því. Já, sko, við getum alveg lagt, af því að eins og ég hef oft sagt, sko, þá eru vandamálin í Úkrænumönnum ekkert síður mannafli og einhverja meira vandamál heldur en vopnið sem þeir eru með. En íslenska ríkisstjórnin, hún vill ekkert hlusta á það og hún telur eflaust að okkar framlög séu táknræn, en ég held að loka sendiráðum í Moskvu sem átt að styrkja okkar stöðu, að kaupa vopn þegar við getum gert aðra hluti sem skipta ekkert minna máli og það vita allir að við erum herlaust og vopnlaus þjóð. Mér finnst þetta að vera ekki sína mjög góða dómgreind. Mér finnst ekki, þjónar ekki okkar hagsmunum. Ég ekki að segja, ég skilji ekki sömuleyti við, ég býst þér á þeirra að segja, ok, við erum bara með táknrænt framlag til að sýna samstöð og hún örugglega undir mikilli pressu frá, ég veit að framkvæmdastjóri NATO hefur búin að vera að hringja í allar áttur og þrýsta á öll löndin. Þannig að það getur vel verið ríkisstjórnin með þessu svo, ok, við bara verðum með þessu táknrænt en þetta ekki miklu peningar. En ég samt sem áður að segja að við getum alveg verið með myndarlega aðstoð til Úkraínu sem nýtist landinu hernaðarlega án þess að koma með fara í vopnakaup.
sem ég held að sé bara, það á skjön við okkar sérstöðu. Við höfum alltaf sagt, við höfum sérstöðu, en það eins og ríkisstjórnin sé að reyna einhvern veginn að koma því á að við séum ekki með sérstöðu. Og ef að það tekst, þá endar bara með því að vera sagt, þið hafið enga sérstöðu lengur, þið eru að kaupa vopn, þá getið þið alveg verið með her og þið getið alveg farið í 5% eins og aðra þjóðir. Og Donald Trump segir það bara núna alveg fullum fetum á hverjum fundinum með öðrum að öll NATO-ríkin hafi lofað að fara í 5%, þá er náttúrulega öll lendi nema Bandaríkin, því að ég held að Bandaríkin, ég sé enga tilburði þátti á þeim ennþá allavega, en hérna, hann undanskilur ekkert Ísland í því máli. Nei. Það kom fram á þinginu í vikunni að þá var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem formaður Miðflokksins, hann var að segja að ríkisstjórnin ætti að tala við Trump og að bjóða honum hingað og hvort hann var að stinga upp á því að bjóða honum í golf og eitthvað slíkt. Og Kristrún svaraði því forsætisráðherra að þau varu svona að eiga samskipti við hann. Myndi mann á það sem að John Bolton sagði hérna fyrir ekki svo löngu síðan að Íslendingar ættu alls ekki að vekja athygli á sér hjá Trump vegna þess að það myndi leiða til þess að hann myndi rukka okkur pening fara upp í 5% og hann brást við hérna gagnvart yfirlýsingum forsætisráðherra Spánar með því að segja að hann var að íhuga refsitolla á Spán sem kannski erfitt vegna þess að Spán inn í Evrópusambandið, þá vil hann líklega setja refsitolla á Evrópusambandið í heild og eða að henda Spáni út úr NATO. Þetta var í fréttum vikunar. Já, þú sér það sko, Spán 40 milljónir manna og hann getur tuskað þá til svona, henda þeim út úr NATO, þetta er náttúrulega hótun og hérna og leggja þá tolla, ég er ekki sem að Trump viti það sko að Evrópusambandið er tollabandalag, það sem sameiginlegur tollur og hérna þannig að þetta er svona, skilurðu, mjög furðulegt. En hvernig heldur hann að fara þá við forsætisráðherra Íslands ef hann fer svona með Spán sem Spán 50 milljónir manna hér þetta er frekar stórt land. Ekki stórir eins og Frakkar og Ítalir en þeir eru stórir. Hvernig heldur hann að fara með Ísland? Ég er alveg sammála John Bolton það síðast að öllu sem þú vilt gera er að vera áberandi þegar þú ert lítill og veikur í svona leðjuslag. Og Trump, hann ber ekki virðingu fyrir neinum öðrum en þeim sem er sterkur og stór. Hann ber virðingu fyrir Kína, hann ber virðingu fyrir Rússlandi og sést hvernig hann hefði ekki búið, það hefði enginn við Evrópu leiðtóki fengið aðrar þessi móttökur í Bandaríkjunum eins og Putin, hann ber virðingu fyrir honum, hann ber virðingu fyrir leiðtoga Norður-Kóreu, hann ber virðingu fyrir prinsinum í Sádi-Arabíu, hann ber virðingu fyrir svona sterkum aðlum, hann ber enga virðingu fyrir veikum aðlum sem vil ekki borga reikningin sinn og hann myndi bara segja við því bara borgi, you pay your bill, það er hans skilaboð og það síðasta að mínum dómi, og ég heyrði þetta sem að þú ert að segja, verði það síðasta öllu, ég sammála John Bolton var fyrst í þjóðaröryggisráðgjafi hérna Donald Trump og ég er algjörlega sammála honum og ég nefndi annað dæmi, ég er í Austur-Asíu og land sem ég hef oft komið til sem heitir Singapúr, sem er lítið land sem er líka 6 milljónir manna, þeir eru með til reynda mjög öflugan hér með við stærð, en þeir segja alltaf þegar að koma upp stórvelda átök, til dæmis átök milli Bandaríkjanna og Kína, þá vilja þeir vera í skugganum, þeir vilja helst ekki láta sjá sig, þeir vilja halda sér algjörlega til hlés og það eru fáar þjóðir í heiminum klókar í alþjóðasamskipti eins og Singapúr. Þeir eru mjög klókir, þetta er ríkasta í verkir landsframleiðsla manni, ríkasta landið á svæðinu. Þetta er lítið, þetta er svona álíka fjöldi og Danmörk, eitthvað svona, 5-6 milljónir. En we want to be in the shadow. Þeir vilja vera í skugganum, þeir viljum ekki, þegar að koma átök þá halda þeir sér alveg til hlés og vilja ekki láta vekja athygli á sér og allra síst vilja þeir fara að láta tefla sér með Bandaríkjunum, þeir kaupa bandarísku F-35 orðstóttur til dæmis, þeir vilja alls ekki láta tefla sér á nokkurn hátt með Bandaríkjunum þannig að þeir séu á móti Kína eða eitthvað slíkt, þeir algjörlega halda sér til hlés vera í skugganum, en mér skilst það eins og sumir íslenskir stjórnmálamenn vilja bara vera eins og rockstjörnum í sviðsljósinu þegar að við erum með mjög veikan málstað og Donald Trump er businessmaður, þú bara borgar þinn reikning og það fyrsta sem að kæmi ef hann færi að halda fund með Íslendingum, ég ætla bara að vona að hann komist ekki svo neðarlega á listan meðan hann er forseti og hann fari að horfa á Ísland, að þá náttúrulega myndi hann sjálfsögðu segja að þið eru ríkt land, þið hefið alveg efni á því að borga eins og aðrir og þið verðið engir svona free riders, þið verðið ekki neinn laumufarþegar.
Það það sem hann myndi segja. Ég get ekki ímyndað mér að Donald Trump myndi segja það. Og Að, að við verðum undanskilin og þess vegna það síðasta öllu sem þú vilt gera og ég algjörlega sammála John Bolton með fullir virðingu fyrir íslenskum ráðherrum að hann algjörlega með þetta á hreinu og algjörlega með þetta rétt. Fyrir utan það að hann sagði það sem við vorum búin að segja löngu áður að hann myndi leggja áherslu á að ef að það kæmi að því að við ættum að gera eitthvað að þá erum við tilbúið með plön hvernig við ætlum að hjálpa til á norðurslóðum og þá hvernig við getum elt björgun og öryggi og eftirlit á norðurslóðum og þá væri þetta aðalega að við myndum byggja upp á landhelgisgæslu. Það það sem hann nefndi og ég heyrði alveg á John Bolton að hann vissi algjörlega hvað hann var að tala varðandi Grænland og varðandi Ísland. Hann var mjög vel inn í öllum málum. En þannig að þú nefndir þarna Kína, það líka tíðindi þar fyrir viku eða svo, að þá lýstu kínversk stjórnvöld því yfir að þau væru að endurskoða útflutning af fágætum málmum og hljómaði nú svona eins og það væri sérstaklega til Bandaríkjanna. Trump brást við með því að hóta 100% auka tolli á Kína sem að í samtölum okkar að við vorum að tala okkur inn á það að væri erfitt að sjá fyrir sér að Bandaríkin myndu gera vegna þess að það væri eiginlega augljóst að það myndi skaða Bandaríkin meira heldur en Kína. Að einhver leyti þá afstaða Kínverjana í þessu svolítið athyglisverð að þeir mæta þessum hótunum Bandaríkjana með svona koma með sinn leik augljóslega með skilaboðum að þeir ætli ekki að láta hótanir Trump beygja sig. Þannig að þarna orðið svona svolítið spennandi, svona spenna þarna á milli. Einhver leyti gætu Kínverjarnir vera að hugsa svo að það bara í þeirra hagsmunir að beygja sig ekki fyrir Bandaríkjunum, en að gera það líka með þeim hætti að önnur lönd sjáu eitthvað svona fordæmi í því til þess að búa til eitthvað svona blokk eða hóp ríkja eða bara vera fyrirmynd annarra ríkja að láta ekki Bandaríkin kúga sig. Já, þú sér til dæmis munin á Kína og Evrópusambandið. Þegar Trump að tala við Evrópusambandið að þá tuskar hann bara Ursula von der Leyen til bara eins og hún bara gerir eins og hann segir henni 15% á Evrópusambandið. Þetta helstu bandamenn Bandaríkjanna sögulega, helstu bandamenn farið illa með þá. Og þeir eru náttúrulega á hnjánum út af þó að á þessum blaðamannafundi sem var haldinn við framkvæmdastjóra NATO þá er náttúrulega Evrópa á hnjánum og getur ekkert gert núna. Við vill kaupa vopn á Bandaríkjunum og borga tolla og lofa alls konar hlutum sem þeir get ekki staðið við. En varðandi Kína, þá Kína þeirri stöðu sem ég veit ekki þeir komist í. Þeir eru það sem að þessi sjaldgæfir málmar og sem að þeir eru með sem þeir hafa yfirburða stöð í varðandi framleiðslu og flytja út til Bandaríkjanna og þeir hafa brugðist við því að setja á takmarkanir og útflutning á slíku til Bandaríkjanna. Og ég hef verið að hlusta bara á fjármálaráðherra Bandaríkjanna, Secretary Treasury og síðan á viðskiptafulltrúa þeirra, Trade Representative sem að semja við sem að semja við Kína. Svo held ég svo í lok mánaðarins á að vera fundur milli Xi Jinping og Donald Trump í Suður-Kóreu og þeir bregðast við mikilli hörku með því að takmarka útflutning á sjaldgæfum málmum til Bandaríkjanna sem grundvallaratriði fyrir iðnaði í Bandaríkjunum og sérstaklega fyrir hergagnaðiðnaðinn. Þannig að þarna hafa Kínverjar alveg svakalegt vogarafl gegn Bandaríkjunum. Og Bandaríkin hafa verið að reyna að takmarka útflutning á hátæknivörum til Kína til að reyna að hægja á uppbyggingu í hergagnaðiðnaðarins í Kína með því að reyna að takmarka útflutning á tæknivörum til Bandaríkjanna. Það þetta kallað rollback, það að segja það ekki bara það að halda aftur að Kína heldur að reyna að skrúa kínska hagkerfi niður. Og þetta alveg eðlilegt í stórveldasamkeppni að stórveldi sem er númer 1, það vill alls ekki að stórveldi númer 2 verði númer 1 og muni gera allt sem þeir geta að koma í veg fyrir það. Og ég ekki að segja að Bandaríkjamenn séu vondir. Ef Kínverjar verði númer 1 og Bandaríkjamenn númer 2 og svo myndi Kínverjar sjá að Bandaríkjamenn verði númer 1, þá myndi þeir gera þetta sama. Þeir myndi reyna að takmarka vöxtin í Bandaríkjunum til þess að halda forystu. Og þeir vilja halda forystu. Og þetta er bara því að þetta er bara einkenni stórvelda í þegar kemur upp svona baráttu. Þau hafa alltaf séð þetta áður þegar land sem var númer 1 verður númer 2 og þá verður alveg ofboðslega mikið spenna. En miðað við þetta vogarafl og þú veist alltaf
að þessi hugmyndum að beita Kínverja þrýstingi hefur líka komið frá Evrópu út á Úkraínu, það er að segja secondary tariffs, það er að setja toll á Indland, það virkaði ekki. Indverjar bara færa sér nær Rússum og sérstaklega Kínverjum og síðan varandi þetta með útflutninga sjaldgæfum málum og þá bara svetti bara Kínverjarnir skrúfu á Bandaríkin og þá segja Bandaríkjastjórn, þá bara hvetjum við okkar bandalagsríki að hætta viðskipti með Kína. Það er bara ekki hægt, því að þetta er svo stórt, ef þeir fá ekki sjaldgæfa málma frá Kína, þá munum mörg lykil fyrirtæki, verksmiðjur í Bandaríkjunum, iðnaði og líka hergagnaði að lenda í mjög miklum vandræðum, mjög fljótlega, og þetta myndi lama alþjóðahagkerfið, þetta er svo útflutningsgeir Kína er svo stærst í heimi, og svo náttúrulega eins og við höfum talað áður, mikil sérhæfing, það myndi fara að vanta íhluti í alls konar vörur út allan heim. Þeir tala svolítið mikið eins og þeirra í kalda stríðinu, þar sem að voru Sovétríkin og Bandaríkin og Sovétríkin voru lokað hagkerfið. En nú er þetta allt galið opið og nú var þetta í Úkraínustríði, þá eru menn alveg hættir að tala secondary tariff, það menn átt að sjá því að það er algjört bull. Og Trump hann var svo klókur að þegar Evrópusambandið og NATO fór að tala að beita secondary tariff, og já ok, ég skal gera þetta, en þið farið fyrst, þið byrjið á þessum secondary tariff og svo komum við. Auðvitað veit hann það að þeir munu aldrei gera þetta, því þeir geta þetta ekki. Og þeir vita að það myndi bara hrynja evrópska hagkerfið. Og þá bara segir hann, ok, þið farið fyrst og svo skulum við koma. En núna er eins og hann vilji stíga fram fyrir skjöldu og fara í bara opið viðskiptastríð við Kína með því að setja á háa dolla sem að Evrópuþjóðurnar myndi ekki treysta sig að gera líka nema, ég veit ekki hvort að það má svo sem heyra það í bandarískum stjórnvöldum að þau séu að tala að einangra Kína viðskiptarlega sem að því það er líklega þeir alltaf neyða Evrópu til þess að setja líka hátolla á Kína. Já, þetta verður aldrei vegna þess að þetta gengur ekki, enda Kínverjarnir fyrst að fyrra kjörtímabili Trump þegar hann kom að var að hóta þeim að þá voru þeir vissu ekki hvernig átt að bregðast við og brugðust ekki við mikilli hörku, síðan núna bregðast þeir við mikilli hörku. Og ég heyrði það bara á fjármálaráðherra Bandaríkjanna og viðskiptafulltrúum eða trade representative, þeir höfðu mjög miklar áhyggjur af þessari hótun að takmarka útflutning og sjaldgæfi málmum til Bandaríkjanna og töldu að þeir myndu reyna að semja og svo líka kom Trump seinna þegar hann frétti að því hversu mikil harka er í Kínverjunum sem er mjög mikil, enda hafa þeir mikið vogarafl, að þá sagði hann að Bandaríkin vildu hjálpa Kína, þau verður ekkert að reyna að ógna Kína, þau vildu hjálpa Kína. Og ég meina auðvitað er ekkert þannig út með stórveldi 1 og 2 þá eru þau ekkert að reyna að hjálpa hvort öðru, þau eru að reyna að grafa undan hvort öðru. Þau eru að reyna að grafa undan hvort öðru, þau eru ekki að reyna að hjálpa, en það tala svona. Þannig ég held að sé algjörlega ljós að Trump hefur ekkert vogarafl gegn Kína svona þannig að hann geti gert mikið. Hann hefur það gagnvart Evrópusambandinu. Því Evrópusambandið er í svo miklu vandræðum út af Úkraínu að það verður bara að gera eins og sem er sagt. Þetta er eins og smáríki sem er price taker, það verður bara að taka því sem gefið er. Ég meina lönd sem eru lítil, þeim sem það koma tollar, það bara að taka því tollin eins og hann kemur. Ég nefndi Singapúr áðan, þeir bara tóku 100% toll og gera ekki neitt, engin viðbrögð. En ef þú komin í landið sem Kína, þeir mun ekkert láta þess bjóða sér þetta. Og þeir eru ekkert háðir Bandaríkjunum eins og Evrópa hernaðarlega, þannig þeir myndi ekki, þetta verður ekki. Og þú munt sjá það í lok mánaðarins í október ef að Xi Jinping og Donald Trump hittast, þá verður ekkert gert við Kína sem er verið að tala um. Og að tala að aftengja Kína alþjóða viðskiptakerfinu er algjörlega fjarstæða. Það er bara fáránlega hugmynd og það er bara fáránlega hugmynd svo þessi secondary tariff sem verið að tala út á Úkraínu sem ég held að menn séu búin að hættir að tala því sjá að það gengur ekki. En þú ert að gera ráð fyrir því Hilmar að fólk taki alltaf skynsamlegar ákvarðanir en það svo er ekki. Ég lærði hagfræði og þá eru skynsamlega ákvörðunin svo þá kallaðum gains from trade, það sem ég kenni við Háskólann á Akureyri, gains of trade, þú stundar með sérhæfa sig, mikið sérhæfing og nota sína hlutfallslega yfirbyrði, svo við til dæmis við erum að framleiða fisk, við höfum yfirbyrði í því, við erum að selja hreina orku og alls konar hluti sem við höfum ákveðna yfirbyrði og lönd gera þetta og sérhæfa sig ákveðnum hlutum. Og svo stundaði viðskipti svo skiptaði á milli sín það sem er kallað gains from trade, sem er eitthvað hagnaðar eða eitthvað svona ábati sem að þau öll fá vegna sérhæfingar og viðskipta. Þetta er positive sum game, það sem allir eru betur settir. Heimurinn er komin út þessum fasa.
hann komin í svona einhvern hefndarfasa, það sem eru tollar, það sem að flestir tapa á, jafnvel allir, og það sem hugsunin svo, ok, það allt í lagi ef ég tapa, ef að óvinni minn tapar meira. Og við erum í besta falli í zero-sum game, eða það sem enginn græðir, og við erum að stefna í eitthvað sem að vera í negative sum game, sem bara það sem allir tapa. En sumir tapa hlutfallslega meir en aðrir. Og Bandaríkin getur svo, ok, við verðum fyrir einhverju höggja á endanum ef við förum í stríði í Kína og alþjóðlega utanríkisviðskipti muni minnka og það verður minni ábati fyrir öll lönd, en samt munu við vonandi ekki farið illa út úr þessu Kínverjum. Þannig að sko, þegar hagfræðin ræður, þá ertu með positive sum game, þá eru menn að reyna að græða á viðskiptum og sérhæfingu og öllu þessu sem er verið að gera og mikill fjöldaframleiðslu, economies of scale. Þegar stjórnmálafræðin tekið við og pólitíkin tekið við, þá ertu komin í negative sum game sem allir að tapa og það það sem er að gerast núna. Að löndin eru farin að berjast, það trufla utanríkisviðskipti, leggja tolla, lækka hagvöxt, taka peninga framleiðsluþætti úr einhverju gagnlegu athæfi, draga það inn í hernað sem er sóun og tala nú ekki það ef það leiðir til styrjalda sem líði þá til þess að viss hagkerfi eins og Úkraína sem auðlindaríkt hagkerfi landi upp á 40 milljónir manna, 600.000 ferkilometrar, það bara eyðilagt. Þetta stemningin. Í utanríkisviðskiptum þá þetta orðið snúist alveg við. Þetta þetta hefndaraðgerðir og skemmdarverk og síðan kemur þetta líka fram í því að nota auðlindir heimsins sóa auðlindum með miklu vopnakaupum og hernaðarútgjöldum og það nú bara svolítið lögmál að ef þú ert búin að safna miklu á vopnum þá viltu fara að nota þau verða notuð á einhverju tímapunkti og við erum alveg búin að sjá það hvernig áhrif þetta búið að hafa á Evrópu og Evrópa hefur ekkert efni á þessu og það verið þess að Seðlabanki Evrópu gefur bara viðvörun að eina aðalhættan innan Evrópusambandsins í dag sé hugsanlega óeirðir í Frakklandi. Ég meina, þetta ekkert góð staða, en það ekkert hugsun í dag, ekkert svo að eins og þessi hugsun, sko, hagfræðihugsun, hún réði ríkjum á Bretton Woods-fundinum 1944 í Bandaríkjunum, þegar Bandaríkin setta á fót Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og byrjuðu að tala um GATT, sem var reynt að stofna síðan, sem var WTO, Alþjóðaviðskiptastofnunin, þá var þessi hugsun sko að auka viðskipti, hætta algjörlega með kvóta og lækka tollan alveg niður í eins lítið eins og hægt væri, lágmarka tolla. Þetta var hugsunin sem var ríkjandi og Bandaríkin höfðu forystu og kenndu Austur-Asíu, það sem ég núna, þessi sérhæfing og viðskipti, hvað allir græddu á sig og mörg lönd í heiminum, sérstaklega Austur-Asía og Kína, fóru eftir þessari formúlu og Japan og urðu rík á þessu með gríðarlegur útflutningur og allt útflutningsdrifið. Núna þetta bara snúist við, nú verið að reyna að eyðileggja þetta kerfi. Alþjóðaviðskiptastofnunin ónýt. Stofnunin sem stefndi því að lækka og náði miklum árangri að lækka tolla út allan heim. Og tók Kína inn og Rússland og allt saman og lækkaði tolla sem stuðlaði að hagvexti. Nú bara búið að eyðileggja þessa stofnun og þetta allt komin mínusar í staðan fyrir plús og þetta auðvitað mun allir tapa, en það í alþjóðaviðskiptum við tala relative gains og relative loss, að land sem í stórveldasamkeppni getur séð sér hagi að gera þetta ef að það getur valdið andstæðingnum meiri skaða heldur að það sjálft verður fyrir, en varðandi Bandaríkin og Kína þá held ég að ég hef enga trú á því að Donald Trump muni halda þessu til streitu eða reyna að halda þessu til streitu, enda tónninn hjá hann hefur breyst í hann að segja, ég vil bara hjálpa Kína, ég vil vera góður við Kína og hann að segja þetta því hann sennilega að það var talað við lok mánaðarins, hann myndi hitta Xi Jinping í Suður-Kóreu og ég get ekki ímynd að vera hann alltaf að grípa til aðgerða sem leiði til þess að hergagnaðinnaðurinn í Bandaríkjunum fá ekki lengur hráefni til þess að geta framleitt vopn. Skilur þú það? Nei, en eins og það erfitt að ráða í Donald Trump að hann til dæmis hitti Putin í Alaska og virtist hafa komið á þann fund algjörlega óundubúinn
las eitthvað út úr því sem að væri að fara fram á þessu fundi sem að síðan reyndist að vera bara engin innistæða fyrir. Þannig að ég myndi spá einhverju slíku út á fundinum með Xi Jinping að Trump komi þar og haldan geti einhvern veginn heillaðan með einhverjum hætti og svo rennu fyrir honum eftir einhverja 2-3 vikur að það bara alls ekki og þá getur vel verið að hann farið yfir í einhvern allt annan gír og vilji hrekja Kína út úr því svona alheimsskipan sem að Bandaríkin byggðu upp á eftirstríðsárunum sem að Trump í sjálfu sig bara virðir á engan hátt sjálfur og þá langar maður til að spyrja því ekki þá líkur á því að flýti fyrir uppbyggingu einhver svona annars konar kerfis, ekki kannski sem að tekur yfir allan heiminn eins og alheimskerfi Bandaríkjanna gerði kannski eftir fall Sovétríkjanna en að það verði að flýti fyrir uppbyggingu einhvers kerfis fyrir Kína og ríki á suðurhveli jarðar að byggja upp einhvern form á svona alheimsskipan sem að hendar þeim betur heldur en að vera einhverju svona húskarlar í heimskerfi Bandaríkjanna. Já, sko það er náttúrulega við vitum það sko við vorum að tala Bretton Woods-fundina heimsstyrjaldar síðar eftir sko 1945 til svona 1991 þegar Sovétríkin falla, þá var heimurinn tvískiptur. Bandaríkin hefur sett á fót svona vestrænar stofnanir eins og Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Marshallplanið fór í gang. NATO var sett á fót fyrir öryggismál. Evrópusambandið var sett á svona efnahagsstofnun, efnahagsuppbygging, sameiginlegur markaður. G7 var sett á fót og svo framvegis. Þetta eru stofnanir sem voru sett á síðan, en Sovétríkin voru með Warsaw Pact eða Varsjárbandalagið, Comecon, sem var Council of Mutual Economic Assistance. Það voru Sovétríkin voru með sérstofnanir og þá varstu með svona tvískiptan heim. Það sem voru vestræna kerfi sem Bandaríkin leiddu, Western Order, og síðan var það Soviet Order. Það voru heimskipan Sovétríkina sem voru allt aðra stofnanir. Og þessi heimskipan, hún þannig að þetta er safn af stofnunum. Núna, síðan gerist það, Sovétríkin falla, að þá verður þessi vestræna bandarískleita heimskipan, hún verður algjörlega ráðandi til 2017. 2017 gerist það að Kína og jafnvægisgengi verður stærra hagkerfi heldur en Bandaríkin. Og þá breytist þetta aftur og þá eru Bandaríkin aftur með þessar stofnanir sem þeir eru með eins og Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, NATO og Evrópusambandið hluta sem pakka G7. Og Bandaríkin eru líka í Asíu með fyrirbæri eins og Quad sem er svona samráðsvettvangur fyrir Ástralíu, Indland, Japan og Bandaríkin og í öryggismálum og svo AUKUS sem er bandalag Ástralíu, Bretlands og Bandaríkina. En svo eru Kínverjarnir komnir sem búnir og nú er heimurinn aftur orðinn tvískiptur, það er þessar vestrænu stofnanir sem ég var að nefna sem eru eittar af Bandaríkjunum og svo er komin annar heimur sem er leiddur af Kína aðalega, en Rússar eru með þeim í þeim pakka og þá er þetta að tala BRICS-löndin sem eru svona mótvægi við G7. Þú ert að tala New Development Bank sem er svona kallað BRICS Bank sem er í Kína sem hefur eiginlega öll tæki sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankin hafa til þess að aðstoða lönd í Asíu og víðar. Þú ert komið með Asian Infrastructure Investment Bank sem fjárfestingarbanki Asíu sem reyndar Norðurlöndin öll eru aðilar að Íslendingar keyptu hlutafé í þessu banka, við erum að gera eitthvað við eigum í þessu banka og það eru mörg lönd sem gerðust aðilar að þessu banka með þess að Bretland og mörg lönd, stór lönd sem gerðu Bandaríkin voru mjög reiðir því þegar þessi lönd gerðust aðilar að þessu banka því að vildi ekki að nýrði alþjóðlegur. Mér minnir að við höfum lagt inn 2 milljarða í stoppfé þarna á sínum tíma. Það voru töluverðir peningar, þannig við eigum hluti í þessum banka, ég veit ekki hvort við erum með starfsmenn eða neitt þarna, ég veit ekki hvort það hefur nokkuð verið, ég veist að það hefur neitt verið ræktað, en allavega við erum aðilar, þannig að við eigum, það fer örugglega íslenskur ráðherra á hvern einasta aðalfund hjá þeim og svo framvegis. Og svo eru Bretar, svo eru Kínverjar með Belt and Road, Belt og braut, og þeir eru líka með Shanghai Cooperation Organization. Þannig að það eru BRICS Bank, fjárfestingarbanki Asíu, það eru Belt og braut, það eru Shanghai Cooperation Organization. Þetta er bara stofnananet sem bara hefur orðið að nýrri heimskipan. Þannig heimurinn er ekki eins og hann var eftir heimstyrjöldina, það voru bandarísk heimsmynd eða vestræn heimskipan og síðan sovjesk. Núna er þetta orðið bandarískt vestrænt á móti Kína,
og ég sé ekki að Rússar sé að reyna að búa til sína eigin heimskipan þó að þeir séu mjög valdamiklir í Evrópu. Staðan í dag vegna Úkraínu er allavega mikill ótti við Rússland, að sum Evrópulönd talda það bara að Rússland minni bara taka yfir alla Evrópu. Ég reyndar ekki í þeim hópi, sum talda það. En allavega þarna komið stofnananet sem að Kínverjar eru búin að koma á fót og þarna bara 80-85% af öllum mannkyninu borð í þessum stofnunum, og til dæmis Tælanda sem ég núna, þeir vilja komast í BRICS. En þeir eru samt þeir eru með samning varðandi varnarmál við Bandaríkin frá 1954 og eru til dæmis að láta, að kaupa vopn frá Bandaríkjum, en þeir kaupa vopn frá Kína líka, en svo látaði Bandaríkin þjálfa fyrir sig hermenn og eru í alls konar samstarfi við Bandaríkin. Þeir eru í samstarfi við Bandaríkin varðandi að hreinsa jarðsprengjur við landamæri í Myanmar, Laos og Kambódíu, og eru vinna með Bandaríkjunum, en eru að vilja komast inn í BRICS til að hafa betri aðgang, og þá eru þeir að hugsa betri aðgang vegna viðskipta við Kína, en þeir eru líka ágætt í samstarfi við Rússland. Það engin viðskiptabann en neitt slíkt hér gagnvart Rússlandi, þannig að Rússland eru vel með í þessum pakka. Við sáum til dæmis núna þegar að Donald Trump fór að hóta Indlandi varðandi tollana, að þá var Módi sem hafði ekki hitt Xi Jinping, leiðtoga Kína, árum saman, allt í einu mættur á Shanghai Cooperation Organization fund til að hitta Xi Jinping og Putin. Þannig að eina sem þessi refsitollar gerðu var það að hann fór bara að tala við Xi Jinping eins og þeir veru aldavinir. Það spenna alltaf verið mikið spenna á milli Indlands og Kína, og enn landamæradeilur og alls konar vandamál, að þarna voru þeir mættir eins og aldavinir, og þannig að þarna var Indland líka komið inn, og þetta er alveg sérstaklega slemt, því að ég var að tala Quad sem svona öryggissamráðsvettvangur fyrir Ástralíu, Indland, Japan og Bandaríkin, og þarna voru Bandaríkin búin að ná Indlandi inn. Indland hefur alltaf viljað vera hlutlaust. Indland 1,5 milljarðar manna hér bil, og þeir vilja bara spila frítt og ekki vera háðir neinum, og náttúrulega þeir segja að þeir séu fjórða stórveldi, Bandaríkin, Kína, Indland og Rússland, og þarna Indland sem var komin í Quad með Bandaríkin, allt í einu farið að mæta á Shanghai Cooperation Organization meeting í Kína. Þarna búið að hrekja þá í fangið á Kína, og þetta það síðasta öllu sem þú vilt gera ef þú ert Bandaríkin, að gera Indverjana reiða, og þá ertu búin að veikja bandalagi Bandaríkjana í Asíu. Þannig að maður skilur ekki hvað þarna á seiði. Þetta þjónar ekki hagsmuni Bandaríkjana frekar en þessi hugmyndum að leggja ofurtolla á Kína, og sé því það að þetta hérubil einokun Kína á mörgum sjaldgæfum málum sem Bandaríkjana valda að vera skrúa fyrir það, og nú eru Bandaríkjamenn í paniki, eða ég mikla áhyggjur af því. Vonandi tekst að leysa það í lok mánaðarins í Suður-Kóreu. Og ég spái því að það muni fást samkomulag milli Bandaríkjanna og Kína sem verður nokkurn veginn bara óbreytt ástand. Ég hef enga trú af því að báðir aðilar muni sjá þá á endanum að þetta gangi ekki. Og það alveg rétt sem hún segir með Donald Trump, að hann ekki maður sem vinnur út smáatriðin. Þess vegna hefur hann, þegar hann talaði að leysa Úkraínustríðið á einhverjum einum degi eða eitthvað, eða ég vil áður en að fara í Hvítahúsið, auðvitað var þetta bara, gekk þetta ekki upp, og hann hefur ekki náð neinum árangri. Þú sér þegar kom upp átök milli Kambódíu og Tælands ekkert fyrir löngu síðan, að þá hótaði hann tollum. Það hafði áhrif, en það sem réð úrslitum var það ASEAN sem stofnun Suðaustur-Asíu-ríkja, að þar var maður sem heitir Anwar Ibrahim, sem forsætisráðherra Malasíu, sem gat gert samkomulag með öllum þessum smáatriðum og öllum þessum viðkvæmum málum sem bæði í Tæland og Kambódíu voru óánægð með, en þau sáu, þetta ekkert gott fyrir okkur, en þetta skárra heldur en að fá yfir okkur stríð sem myndi standa í 2-3 ár eða eitthvað og valda mikill eyðileggingu. Þetta myndi Tæland vinna það stríð á endanum, en það mikið tjón. En þetta var munin, Donald Trump, hann var eins og fíll að hann hótaði þeim tollum, og það skipti máli því þau fóru úr 39% tollum í 90%, sem miklu skárra, sem hann lækkaði tollum úr 39 í 90 ef þau myndu ekki berjast, og en það var einhver sem vann alla heimavinnuna og öll smáatriðin,
en það ekki til í Evrópu. ASEAN, þar svona pragmatismi að þeir fundu samkomulag og öll ASEAN-löndin voru algjörlega samstíga það yrði að semja, þó að það væri vondur samningur, þó að það væri vondur Kambódía að vera hundóanæð og Tæland hundóanæð með þetta, eða þess að vildu voru ekki sérstaklega ánægð með þetta, en þess að þetta skárra og öll ASEAN-löndin voru sammála það og Kínverjar, þeir eru með svona non-interference policy, skiptast þeir ekki beinlínis af þessu, en þeir senda við skilaboð að þeir þurftu að semja og lýstu við sérstaklega stuðningi við Malasíu og þeir eru í formennsku ASEAN og Anwar Ibrahim, þeirra aðgerðum, settu þrýsting á að þeir verði að semja, en þú sérði í Evrópu þegar það kom upp átök, að þá sagt ok, það má ekki breyta landamenn, sem ég alveg sammála, það á ekki að ráðast á önnur lönd, sem ég alveg sammála, en þá sagt ok, vistu viðbrögðin, ekki semja, þið farið í stríð og þið vinnið stríðið, þið fáið bara réttu vopnin hérna hjá okkur og þið segrið Rússland á vígvellinum, þó að Rússland sé með kjarnagóp, 6.000 kjarnagóta, þið bara segrið þá, þetta allt þessi hugsa, algjörlega mun á hugsuninni. Það datt engum til hugar að segja við Kínverjum þetta getur hugar að segja við, sko, það álíka mikið fólksfjölda og munur á stærð og hagkerfi og fólksfjölda milli Tælands og Kambódíu og Rússlands og Úkraínu. Það álíka mikið mun, hlutfallinu svipuð, var þetta stærð hagkerfisins og fólksfjölda. Það álíka mikið munur. Þá hefði Kínverjum sagt við bara Kambódíu, ok, við bara látum ykkur hafa réttu vopnin og þau bara farið og sigrið Tæland, því Kambódía algjörlega í bandalagi mjög ákveðið með Kínverjum. Það datt þetta engum í hug að segja þetta við Kambódíu, þau fáið bara réttu vopnin og þau vinnið bara stærðarlandið. Pressan var öll á friðarsamninga og jafnvel og sagt ok, þið fáið samkomulag sem ykkur báðum þykir vera vont, en það skárra og í alþjóðasamskiptum þá ertu yfirleitt ekki að velja milli ykkur á góðra kosta. Þú ert með damage control, þú ert að velja skárri kostin af vondum kostum. Og þarna var það gert. Hins vegar varðandi Úkraínu, þá var hægt að semja held í Istanbúl fljótlega eftir að stríðið hófst, en þá var hugmyndin nei. Rússland vondi kallinn sem ætlar að breytast í stórveldi og taka alla Evrópu og bara allan heiminn eða ég veit ekki hvað og þið sigrið stríðið. En núna reyta tónn orðin svo að því Bandaríkin eru hætt að ýta Úkraínustríðið frá sér og segja bara Evrópusambandið ok, þið skulle bara vinna þetta stríð, en þið gerir það á okkar eigin kostnað, þið skulle selja ykkur vopn ef eigum við til, en þið skulle gera þetta sjálf bara og þið getið gert þetta, auðvitað vita þeir geta þetta ekki og svo segja líka ok, við skulum leggja á sekundari þar þið skilur gera þetta fyrst og svo núna talar Evrópa það nei, nú viljum við semja og vopnahlé en ekki friðarsamninga og þá enginn í þessum hópi sem að gera það sem ASEAN í Asíu gerði, það að búa til friðarsamkomulag sem að bæði löndi voru óánægð með en ákvað að fallast á og það var ekki sameiginlegur þrýstingur á að semja. Þarna í Evrópu þannig að við skulum berjast, við hjálpum litla landinu til að sigra stærra landið. Skýt með það þó að þeir séu kjarnorkuveldi, því þeir mun aldrei nota kjarnorkuvopnin þó að þeir séu að tapa stríðinu og það hugmyndi frá þeim. Þetta mikli munurinn og svo er með Donald Trump sem hann má eiga það sem hann á því hann búinn að ná vissum árangri í Miðausturlöndum, það sé mjög brothætt, hann hefur gert það, hann verður að eiga það sem hann á, Biden gat það ekki, hann náði vissum árangri þar, en hann ekki maður sem að býr til fer í smáatriðin og Evrópa gerir það ekki, það ekkert land í Evrópu og Evrópa segir bara fyrst vinnið í stríðið eða segir bara vopnahlé, engir friðarsamningar og föllust ekki á nein rök Rússa, engin, við ræðum þau ekki einu sinni bara vopnahlé og þá verður þetta bara sjálfvelda og þó ég hefði séð framkvæmdastjóra NATO, hann bar sig ansi vel á þessu blaðamannafundi sem var í gær sem ég horfði á, hann bar sig ansi vel, en Evrópa og Úkraína hafa aldrei verið fjær því að ná árangri í að ljúka þessu stríði núna, það ekkert í spilunum sem bendir til þess og það enginn sem þeir ekki eins og að hugsa friðarsamninga, ekki eins og að hugsa hvað geti litið út, heldur ekki Úkraína og Bandaríkjamenn eru búin að sjá þetta og þá bara skella þeir í lás og segja ok, við erum hættir, þið getið unnið stríðið ef þið haldið að gera það, en þið gera þá eigin reikning og við erum að fara. Þarna ertu með dæmi kannski leiðtogarnir í Evrópu sem að hafa fylgt þessari stefnu
og haldi sér svo lengi við hann að þau geti ekki farið út úr henni og geti ekki horfst í augu við kannski sem að blasir við mörgum að ef einhver að vinna á vígvellinu þá eru það Rússar, þannig að staða Úkraínu verður bara verri og verri eftir því sem að tími líður. Þegar Bandaríkin múin að draga sig út úr þessu þá þarf Evrópuþjóðirnar að fjármagna stríðið með kaupum vopnakomi frá Bandaríkjunum. Það ekki samstaða að taka gjaldeyrisvarasjóði Rússa sem eru geymdir í belgísku bönkum, þannig að þá verður að gera þetta út úr skattfé landana sem er erfitt að sjá að sé að gerast og það hefur við bent á það í síðustu viku eða í þessari viku að framlög til stríðsins hafa minnkað á undanförnum mánuðum eftir að Bandaríkin drógu sig úr hlé, þannig að Evrópa hefur ekki undan, þannig að það mun öllu líkið leiða til þess að staðan á vígvellinu verði ennþá verri, en eins og stjórnmálastéttin hún bara búin að tala svo lengi sigur í stríðinu að megi alls ekki semja, það eiginlega ómögulegt fyrir hann að bakka út úr þessu. Ég tek þetta sem dæmi vegna þess að þú ert að tala viðskipta stríðið milli Bandaríkjanna og Kína áðan og að það gæti ekki stigmagnast vegna þess að Bandaríkin myndu skaða sjálfa sig meira. En ég tek dæmi að hvernig Evrópuleiðtogarnir hegða sér að það oft þannig að þetta stigmagnast með einhverjum hætti og menn taka ákvarðanir sem að gagnast þeim í raunverulega ekki og að sömuleyti má horfa á samskipti Bandaríkjanna og Kína á undanförnum árum að það sem látið vera sem svona upptaktur af einhverju viðskipta stríði og jafnvel bara alvöru stríði við Kína, að við verðum að halda Kína niðri, Kína má ekki vaksa umfram okkur, að þá eiginlega allt sem að Bandaríkin gera flýta þeirri þróun, eins og til dæmis að á sama tíma og þeir eru að veikja alheimsskipanina sem að Bandaríkin komu á eftir stríð, að þá eru þeir að setja refsitolla á Indland sem rekur Indland í fangið á Kína. Þeir eru með refsiaðgerðir gegn Rússlandi sem að ýtir Rússland í fangið á Kína, bæði hernaðarlega og viðskiptarlega og sjálfur sér þá hafa þeir kveikt á og ýtt undir uppbyggingu á einhverju annari heimskipan til valkostar við þá heimskipan sem að þeir þeirra heimavöllur en þeir á sama tíma eru raunverulega ekki að rækta því að Donald Trump held ég að fyrirlítir allar alþjóðlega stofnanir og vill helst ráða skipan heimsins í samtölum við Putin og forseta Kína og kannski einhverju svona aðra stóra kalla í heiminum. Þannig að einhver leyti þá stefna Bandaríkjanna ekki að þjóna Bandaríkjunum. Nei, sko, Trump hugsar eins og fasteignasali, hann heldur að það sé hægt bara persónuleg vinátta manna að hún hafi eitthvað að segja. Trump, hann sagði á fundinum í Alaska hef ég heyrt sko að Putin vildi gera eitthvað fyrir sig og vildi væri vinur sinn og vildi gera eitthvað fyrir sig og svona í alþjóðasamskiptum þá engin svona vinátta. Í alþjóðasamskiptum þá bara harka og samkeppni. Það ekki vinátta. Vinátta hefur voða lítið að segja í alþjóðasamskiptum, mjög lítið að segja. Þetta snýst bara hagsmuni og samkeppni milli aðila og það engin bróðir í leik, það ekkert svoleiðis. Þannig að það Trump var með þessa hugmynd. Ef þú veist að tala varðandi stríði í Evrópu þá verið að tala núna að búa til sameina sjóð til að kaupa vopn á Bandaríkjunum og það verið að tala einhverja $2 milljarða sem töluverðir peningar. Og þetta koma frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð held ég og Hollandi, eitthvað Þýskalandi. En það var svo var eitthvað fleiri lönd sem voru komin inn í pakkan. Sagði framkvæmdastjóri NATO, hann sagði tilgreindi hvaða lönd það væru. En sko síðasti pakkin sem að Biden fikk í gegnum bandaríska þingi var $60 milljarðar. $60 milljarðar. Og ef það var að segja mér það að Úkraína gat ekki unnið stríðið við Rússa þegar hún var að fá $60 milljarðar frá Bandaríkjunum, ef hún þá að fá 2 milljarðar frá Evrópu og Bandaríkin búin að segja sig frá stríðinu, hvernig á það að vinnast? Það blasir við. Þetta fáránleg hugmynd og það hallar stöðugt meira á Úkraínu. Við vitum ekki hvernig þetta endar en það greinilega stefnan að reyna að halda þessu áfram eins lengi eins og hægt og auðvitað það getur þetta enda ansi illa fyrir NATO ef stríðið tapast algjörlega. Og en ég meina mér hefur alltaf fundist alveg frá það upphafi að þetta stríð að það hefði þurft að gera sem var gert þarna í Asíu,
að slökkva á þessu eins fljótt eins og mögulegt er og það voru öll Asíuríki hérna algjörlega sammála að þeirra slökkva á þessu eins fljótt eins og mögulegt var. En það ekki það sem að maður sér í Evrópu sú hugsun og það líka það var líka það sem að Angela Merkel var að segja með í viðtalum við podcastið í Ungverjalandi sem var mikil frétt fyrir svona 10 dögum síðan. Hún var að segja að við höfðum möguleika að slökkva á þessu áður en að koma að innrásinni. En það var bara ekki vilji til þess í Evrópu að mæta Rússum á diplomatískan hátt. Heldur var hernaðaríkjan, eða það að mæta, bara láta hart mæta hörðu, var orðið ríkjandi og þess vegna fór sem fór. Já, hún nefndi dæmi, hún nefndi sérstaklega Pólland og Eystrasaltsríkin, Eistland, Lettland og Litauen. Ég var að hlusta einmitt á George W. Bush sem var forseti á þessum tíma, forseti Bandaríkjanna, og takti því að Putin var á þessum fundi í Búkarest 2008 þegar það talaði að Úkraína færi inn í NATO. Hann var á þessum fundi. Ég meina, ég sótti NATO-fundi þar sem að forsætisráðherra Rússlands var hann var á þessum fundi og svo vildi Merkel 2021, þá vildi hún bara, þetta var undir lok tímabilsins sem hún var kanslari, fara að semja og finna einhvern samningshlut og Þjóðverjar voru byrjaðar á slíkum hlutum, jafnvel að reyna að auka viðskipti við Rússlands til að gera Rússland háð sér efnahagslega og það myndi stuðla friði. En hún sagði að Eistland, Lettland og Litauen og Pólland, og það sama sagði George W. Bush, að Merkel var alveg brjáluð á þessum fundi og George W. Bush var mjög reið, þetta bara viðtal sem á YouTube, hann var mjög reiður út í hana út af því að hún hefði sett fótinn fyrir þetta að Úkraína færi inn í NATO og þá var hugmynd George W. Bush forseti Bandaríkjanna að þetta væri svo gott fyrir lýðræði, það væri verið að taka ungt lýðræðisríki sem náttúrulega voru bara einhverjum ólíkarar sem réðu öllu þarna og stjórnuðu öllu, það var ekkert lýðræði þarna og áttu þingmennina líka og þetta var svo gott fyrir lýðræðið og hann pressaði og það var aðalega Bandaríki sem höfðu að segja þetta og þetta var ákveðið en það var aldrei nein samstaða í NATO þetta mál og enda náttúrulega ef að NATO hefði ætlað að hleypa Georgíu og Úkraínu inn í NATO þá hefðu getað gert það á þessum fundi þess vegna en það var bara ekki samstaða það. Þegar Eistland, Lettland og Litauen sækja aðild að Evrópusambandinu þá var algjör samstaða í NATO að hleypa þessu löndum inn en það fóru þau tiltölulega fljótt inn. Þau fóru 2004, Pólland 99. Það var algjör samstæðin að NATO að hleypa Pólland inn. Það var aldrei neinn samstæð þetta. Það sem var gert hins vegar var það var engin samstæð þetta á fundinum að Þjóðverjar, Merkel var alveg brjáluð á þessu fundi og var algjörlega mótið þessu. En samt var sett í fundagerðina að Úkraína færi inn í NATO. En svo var engin samstæð að hleypa Úkraínu inn. Ég tel að hafi verið mjög mikill ábyrgðarleysi að láta færa til bókar að Úkraína og Georgía færi inn í NATO ef það var vitað að það myndi ekkert, var engin vilji til að gera það, að það yrði ekki gert. En það sér það þetta í apríl 2008 sem fundurinn í Búkarest í ágúst, þá verði átök í Georgíu. Og Georgía átti líka að fara í NATO á þessum tíma og síðan Krímskeiðið tekið 2014 og síðan verið 2022. Og Merkel var að segja að þetta vakti gríðarlega mikla reiði hjá í Eystrasaltsríkjunum, náttúrulega og Póllandi, mjög harða orð yfirlýsingar hvort Merkel og hún var eiginlega sagt að hún hefði betur bara haldið sér saman og verið ekki að tala, þau eru mjög reiðir út í þetta en ég alveg sammála þessu, ég held til dæmis að við Evrópusambandið þau út með Kaja Kallas sem mjög svona mikil harðlínumanneskja sem yfir öryggis og öryggis og utanríkismálum Evrópusambandsins og Rússar þeim það illa að þeir eru búin að gefa út handtökuskipun á hana og sem náttúrulega verður ekkert framkvæmd en allavega það mjög mikil harka og svo varnarmála, svo sem fyrir með varnarmálin hjá Evrópusambandinu frá Litauen og þetta mikið harðlínu fólk og líkurnar á því að þú náir að semja einhvern skapaðan hlut þessar aðstæður eiginlega engan en það svo sem ekki til að reyna það og mér þykir afskaplega vænt með þessi Eystrasaltsríki, ég hef verið að fara þarna í 30 ár og kenna þarna í 20 ár og svo framvegis og vonandi þessi lönd verði ekki fyrir neinum árásum en ef að það var að fara að semja við Rússa þá þurfa þeir sem eru í forystu ef þeir eru að tala um einhverja friðarsamninga þá þurfa þeir sem eru í forystu að vera frá einhverjum löndum sem að
sem að útiloka ekki samninga eða sem sagt, ekki, þú setur ekki mesta harðinu fólkið í forystu. Þess vegna ég veit, ég má ekki segja þetta, en ég alveg sammála Merkel. Ég meina, ég fullri virðingu fyrir öllu þessu fólki. Þá finnst mér hún vera hæfust til þess að hefði verið hæfust að finna eitthvað flöt af þessu máli, en það varð ekki. Og þó að framkvæmdastjóri NATO beri sig vel á fundi í varnarmálaráðherrafundi í Brussel og tala dróna og drónavarnir og alla skapaðan hluti, hafa þessi lönd aldrei verið fjær því að ná einhverju samkomulagi, og þetta var engin greiði gerður við Úkraínu með þessum máli, að þessi lönd halda að þau hafa verið einhverju vinir Úkraínu. Ég meina, ef það hefði verið þetta að knýja, segjum að Rússland sé ekki kjarnorkuveldi, og það hefði verið þetta bara við sigrað á hefðbundin hátt á einu ári eða einhverju svona, ég veit ekki, og sigra stríð, það hefði einhvern tíma verið einhver raunhæfur möguleiki, en það var aldrei neitt raunhæfur möguleiki. Og svo það annað, að þessi leiðtogar, við vorum að tala sko, heimurinn var tvípóla á Sovéttímanum og kalda stríðinu, svo var hann einpóla svona frá 91 til 2017, og svo hann núna orðinn tvípóla aftur með Kína í staðinn fyrir Sovétríkin. Að þessi leiðtogar, þeir lifa eins og þeir lifa í einpóla heimi. Það sem að Vesturlönd geta beitt viðskiptaþvingunum og þvinga alls konar hluti í gegn, og hafi yfir bara hernaðarmátt og geti þvingað Bandaríkin, tala þess að þeir geti farið og svingbeitt Kína í dufti, eitthvað svona, lokað viðskipti við Rússland, og þá bara muni Rússland hrynja. Sko, á þessum tíma, eins og vorum að tala þá er BRICS komið í gang, BRICS-banki er komin, fjárfestingarbanki Asíu er komin, Belt og braut Kína er komin, Shanghai Cooperation. Þetta er bara komin ný heimsmynd, þetta er bara tvískiptur heimur, og þessi heimurinn sem er ekki leiddur af Bandaríkjunum og Vesturlöndum er miklu fjölmennari og er með miklu hraðari hagvöxt heldur en hinn hlutin. Þetta er allt saman eitthvað bara loftkastalar. Og því miður er það bara einhver svona óskikja sem hefur ráðið stefnu Evrópuríkjanna undanförnum árum, sem hefur náttúrulega grafið undan öryggi Evrópu. Ég er alveg sammála, þetta flýtir fyrir sko hruninu, því þetta líka því það sko að núna er alþjóðaviðskiptastofnunin, hún er ónýt. Hún er ónýt stofnun, alveg handónýt. Sko, það er eitthvað sem heitir líka international order, sem þú tekur Sameinuðu þjóðirnar, sem er enda all löndur í, sem er algjörlega ónýt stofnun, því miður. Stofnuð eins og heimurinn var 1945. Bretland hefur sæti í öryggisráðinu, fasta fulltrúa, en ekki Indland, sem er 1,5 milljarðar manna. Þetta er algjör tímaskekkja. Það er búið að eyðileggja þessa stofnun, sem hefði átt geta haft eitthvað að segja, og alþjóðaviðskiptastofnunin sem er stofnun sem þetta hét á GATT, General Agreement for Tariffs and Trade, stofnun sem var sett út sem var gríðarlega afrek varðandi að auka frjáls viðskipti í heiminum. Það er búið að eyðileggja þetta algjörlega, þetta er ónýtt. Hilmar, því miður þá höfum við alltaf svo mikið að tala. Við vildum að búa í heimi þar sem að við hefðum ekkert að ræða í þessum samtölum okkar svona breytingarnar í heimsmálu, því að þær eru fæstar vísaðar til góðs, allavega fyrir okkar heimsluta. En ég ætla að setja kommu núna og fá að heyra í þér aftur í næstu viku. Ég reikna með að heimurinn skaffa okkur næg umræðuefni. Já, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. Og þetta var Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem er staddur í Bangkok, en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is